Sælveriði, Ívar hér, Flugusmiðjunni. Í þessu vídeói ætla ég að fara með ykkur aftur aðeins í endahnútinn og hvernig við gerum hann, það er að segja ekki með svona eins og í síðasta vídeói, þá gerum við hann með í rauninu ullabandi. En nú ætlum ég bara að taka sterkan svartan þráð vefjunum utan um þetta, utan að leggin á þessum forláta gröpper öngli. Aftur hérna fram á haus eins og við séum að bara gera hausnút. En já, tækin sem við erum með í þetta, ég er með tvenn mismunandi tæki, þetta hérna sem snýst og þar alveg ekki með föstu body og heldur í handfangi, þá snýst þetta samt. Svo er ég með annan hérna sem er með föstu body og þetta snýst ekki neitt nema ég snúi því sjálfur. Byrjum þá að ég að búa til hnútinn bara með fingrunum. Margir kjósa að gera hnútinn bara með fingrunum svona. Það er ekkert að því. Og svo notum við þetta hérna. Þetta er bara að dreigja hérna svona í gegn. Það er ágætt að vera með nál eða eitthvað. Við gerum þetta einu sinni enn og nota þá nál í það. Það er í rauninni þá bara takiði hérna, setja 2 putta á þráðinn. Snúið þessu og búið til hring eða þríhyrning og svo vefið þessu utanum hausinn á flugunni. Sjálfur kýs ég að gera þetta ekki svona sjálfur vegna þess að ég er að nýta oft úr svo svakalega veikum tvinna að tvinnin þolir ekki viðkomin á fingurnar, heldur bara byrjar hann að trosna við minnstu snertingu og þá nota ég frekar einmitt þessi tæki hérna. Ef við notum tækið fyrst þetta, þá er ég að leggja það svona, leggja þetta svona að, fæ tvinnan inn í þetta hérna og inn í þessa bukt hérna, þá er þetta komið svona til hliðar, svo sný ég tækinu að mér, svona, heilan hring, og þá ertu komið með svona þríhyrning. Þríhyrningi setjum við bara yfir og snúum tækinu um leið, og svo er hókað úr þessu bara svona, hnúturinn kominn. Gerum þetta einu sinni enn. Þetta tækið hérna í þetta. Ímyndum okkur að þetta hérna, þessi 2 armar sem við bara puttanir á, og þá er þetta í rauninni sama sem við erum að gera, nema bara með tæki og járni en ekki fingrunum á mér. Þetta er sama aðferð, snýr þessu frá þér, býr til hausinn svona, þá komin á 2 hnútur. Það er til annað tæki sem að ég hef mjög gaman á líka. Það er sama eiginlega svipuð pæling, það er þetta hérna tæki. Þá setjum við tvinnan hérna inn í þetta gap og undir hérna, gerum það sama, snúum tækinu að okkur, eitt hring, þá erum við komin á þríhyrning, hann fer hérna upp á og svo í rauninni getur við bara snúið tækina því að nú snýst armurinn bara sjálfur. Vegna þess að þetta snýst sem sé hausinn á því snýst alveg solo. Einnig upp á hérna og svo ætla að losa úr þessu, þá er þetta gert svona og svona. Kemur þetta einu sinni enn, tækið svona, þannig að þessir hérna punktar sem að taka tvinnan snú alltaf að þér og þú setur þá í rauninni á bakvið tvinnan hort áfram mér, svona. Snýrð eitt hring, átkonum með þríhyrningin hérna á bandið og svo 4-5 umferðir, bara ætla til hversu sterkan hnút þú vilt hafa, svona. Þá er þetta komið og endahnúturinn klár. Ef það er eitthvað sem ég taki sérstaklega fyrir, þá endilega bara látum við vita, skrifið komment undir vídeói eða sendið mér tölvupóst á flugusmiðjan@gmail.com. Þangað til í næsta vídeói, þá þakka ég kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.